Forsætisráðherra segir að þótt niðurstöður skýrslu Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar séu neikvæðar, liggi mikil tækifæri í því fyrir Íslendinga að framleiða mat. Íbúar þróunarlandanna eru sérstaklega útsettir fyrir alvarlegum afleiðingum loftslagsbreytinga. Skilyrði þar til matvælaframleiðslu gætu versnað og náttúruhamfarir orðið tíðari. Vaxandi áhyggjur af fæðuöryggi eru eitt af því sem vakið hefur hvað mesta athygli í nýútkominni skýrslu loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna. Ekki síst horfur á þverrandi uppskeru á hveiti, hrísgrjónum og öðrum korntegundum. En málið ekki alveg svona einfalt. Bændur í þróunarlöndunum hafa ekki sömu möguleika á að nýta sér tækninýjungar og starfsbræður þeirra í iðnríkjunum. Þessu til viðbótar eiga þróunaríkin svo erfiðara uppdráttar þegar fellibyljir, þurrkar og önnur óáran annars vegar. Loftslagsbreytingar gætu því aukið bilið á milli ríkari og fátækari hluta heimsins enn frekar sem þó ærið fyrir. Og meira af þessu því forsætisráðherra segir að þó svo að fregnir af loftslagsbreytingum séu alvarlegar skapi breytingarnar tækifæri fyrir Íslendinga. Hér verði hægt að auka til muna matvælaframleiðslu og flytja úr landi. Forsætisráðherra segir að niðurstöður skýrslu loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna séu afdráttarlausar. Því miður í kannski samræmi við svona dekkri spár sem að menn hafa verið að skoða á undanförnum árum og áratugum. Augljóslega þetta á heildina litið neikvætt en í því felast þó tækifæri til þess að bregðast við þróuninni og gera sem best úr henni og það ekki hvað síst tækifæri sem Ísland hefur. Sigmundur Davíð vitnar til bókar eftir Lawrence C. Smith þar sem því spáð að árið 2050 glími ríki nærri miðbaugi jarðar við ýmiss konar vandamál en hagsæld verði í 8 löndum á norðurslóðum. Og Ísland var eitt af þessum 8 löndum framtíðarinnar. Bent á að það sé augljóslega opnast mjög mikil tækifæri á norðurslóðum varðandi siglingaleiðir, varðandi olíu- og gasvinnslu og önnur hráefni, en ekki hvað síst til matvælaframleiðslu. Mannkyni fjölgi þá 300.000 manns á dag. Þá sé að verða viðsnúningur í þróun verðs á mat. Það skortir vatn, orkan verður dýrari, það skortir landrými, þannig að menn gera ráð fyrir því að matvælaverð muni fara hækkandi fyrirsjáanlega framtíð á sama tíma og það sífellt meiri þörf fyrir matvælaframleiðslu vegna þess að eftirspurnin eru aukast. Þannig að í þessu liggja tvímælalaust mikil tækifæri fyrir Ísland og við erum að kortleggja þetta. Varðandi losun koltvísýrings og þessara gróðurhúsalofttegunda, ber ekki Ísland einhverja svona ábyrgð bara með öðrum þjóðum heims, þurfum við ekki að gera eitthvað í því? Það er alveg rétt, við gerum það, en á margan hátt Íslandið þetta til fyrirmynda líka í umhverfismálum. Orkuframleiðsla hér sé líklega svo umhverfisvænasta í heimi. Og það má ekki segja að okkur beri skylda til þess að framleiða enn meiri umhverfisvæna orku. Þá þurfum við að gera betur í því að knýja bíla og skip með endurnýjanlegum innlendum orkugjöfum.